Kristján Kristjánsson. Kristján, einhvern tímann hefði maður viljað sjá þig skrifa undir sem leikmaður hjá Þór, sem gamall leikmaður. En núna þú að skrifa undir samning, framlengja fyrir tryggingafélagið og styrkja knattspyrnudeild Þórs, það að segja Þór Káa-liðið, ekki satt? Jú, ég hér á vegum Tryggingamiðstöðvarinnar sem endurnýja samningi við kvennalið Þórs Káa og það má segja að við séum bara stoltur styrktaraðili liðsins sem hefur náttúrulega staðið sér hreint frábærlega og við vorum að skrifa undir eins af samning til viðbótar og í því felst að við veitum félaginu fjárstyrk og fáum á móti að vera sýnilegir bæði á búningi og víðar á þessum félagið er að láta sjá sig. En að þessu sinni er aðeins viðbót, þannig að ef að stelpurnar eða forsvarsmenn félagsins færa okkur viðskiptavinni hjá Tryggingamiðstöðinni, þá nýtur kvennadeildin góðs af því sem hlutfall af fyrsta árs iðgjaldi. Þannig að það er til mikils að vinna fyrir alla. Þannig að þetta er eiginlega hvatning bara til hins almenna stuðningsmenn hérna sem styður liðið, það er að koma að þessu og kaupa tryggingar og styrkja félagið og fá góða tryggingar á TM. Já, það er þetta slá tvær flugur í einu höggi, gefa okkur tækifæri á að bjóða í tryggingar fjölskyldunar og leið ef að samningar nást, það náttúrulega er forsendan, að þá nýtur kvennalið Þórs Káa góðs af því. Kristján, hvaða gildi hefur þetta fyrir ykkur að vera að styrkja liðið eins og Þór Káa? Skiptir bara miklu máli, það skiptir máli fyrir TM að vera sýnilegt félag. Þetta er nú félag sem er þekkt fyrir góða þjónustu og góða tryggingar og þetta er sterkt félag og það skiptir miklu máli að það sjáist sem víðast og TM hefur lagt miklu áherslu á að styrkja íþróttastarf og ekki síst kvennabolta sem sýnir sig vel núna í dag þegar við erum að skrifa undir þennan samning. Þetta er náttúrulega líka Þór Káa hefur verið á mikilli upplifun undanförnum árum og verið bara eitt af bestu liðum og eins og sýndi sig 2012 eru Íslandsmeistarar. Félagið hefur verið flaggskip á Akureyri í akureyriskri knattspyrnu og hvort sem við erum að horfa á konur að kalla, það er nú bara þannig. Það er að staðið sér hreint frábærlega. Og það er svo sem engin ástæð til að ætla annað en að það er verið það áfram og ekki síst með svona diggu stuðningi góðra fyrirtækja. Nei, við trúum því og treystum að þær muni standa sig vel og landi hér titli í haust, hvort sem það verður bikar eða deild, það mega vera báðir titlarnir líka. Það væri bara enn betra. En svo náttúrulega líka þið hafið náttúrulega fengið að flagga hverlega síðan nú hafa nú stelpurnar blessunlega fengið að taka þátt í meistaradeild Evrópu sem er nú ekki smáræði. Já. Ég held að það hljóti að vera mikil upplifun. Við Nói náðum aldrei að komast í Evrópukeppni, við spiliðum nú lengi saman. En því miður þá náðum við ekki að komast í Evrópukeppni en við vorum ansi nálægt oft og það er það sem maður sér mest eftir að ferlinu lauk, það er að hafa ekki komast í að spila Evrópuleik. En þannig að þetta er mikil plús fyrir stelpurnar og skemmtileg fjölbreytni í flóruna. Það var einkennilega glampi og við Nóa þegar Nói fór með liðinu til Þýskalands þegar voru kappi við Potsdam, hann hefði ábyggilega langað til að gera þetta þegar hann var í taklaskónum. Já, hann hefur allavega, en samt sem að það komist nærið að spila Evrópuleik heldur ég, því hann var tengdur þess stelpunum þegar það fór í þennan leik. Þannig að það munar því. Kristján, ég sé bara til hamingju með þennan fína samning og fyrir hönd bara heimasíðuna og þá bara erum við mjög ánægð með að hafa svona sterka og góða styrktara og takk fyrir. Já, takk sem leiðis ég óskar stelpunum alls hins besta í sumar.